Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með 2 gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð. Og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir. Er ekki að fara rétt með? Ásbjörnsdóttir. Eydís Ásbjörnsdóttir. Ásbjörnsdóttir, já. Og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar, nýjar upplýsingar sem við höfum. Og við byrjum kannski á þér, Eydís. Þú fékkst samanburð á verði á Íslandi og Færeyjum. Já, á loðnu. Já, það er rétt. Það höfðu ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn eða fólk sem bara hafa góða kunnáttu á sjávarútvegi og höfðu orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegaráðherra og spurði meðalverð á landaðri loðnu til frystinga á síðasta fiskveiðiári. Já. Og fékk þau svör núna vormánuðum og það kom sannarlega óvart. Ég átti alveg von að það væri munur þar á en niðurstaðan var svo að það var verðið á landaðri loðnu á Íslandi er tæp 81 króna meðan það eru 250 krónu í Færeyjum. Og þar erum við að tala loðnu sem veiðist í sömu loðnutorfunni. Já. En það er siglt með hana til Færeyja, loðninu sem landað þar, töluvert lengri leið, eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr. Kostnaðurinn raunverulega á færeyjsku útgerðinni er meiri. Já, það eða grænlensku sem lönduðu loðnu og reyndar færeysku skipin líka sem máttu veiða loðnu lönduðinni bara heima hjá sér. Sigldu með hana yfir hafið. Já, og þetta er auðvitað niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar. Já. Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði bara á samfélagið. Hvort sem við erum að tala ríkið, ef verðið er lægra þá eru lægri gjöld sem greiðist eins og veiðigjöldin sem ákvarðast af verðinu sem landað er á og einnig tekjur sveitarfélaga. Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar. Og þar er laun sjómanna. Já. Og þetta kemur það undir stéttarfélag sjómanna líka að eiga við þá samninga en við skulum sjá hvað setur en það er áhugavert að það heyrist lítið frá sveitarfélögum. Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningasprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitarstjórnarkosningunum sem eru nýliðnar. Já, en auðvitað þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og við þurfum að hafa gagnsæi. En ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram. Örugglega. Og það er bara mjög mikilvægt því að og ég skil það alveg vel að og ég mun taka þessa baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og það er bara þannig að það er alveg tala það ef fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig, bara fólk er hrætt sína stöðu. Jú, það er bara þannig. Og það er bara því miður raunin og við sjáum það er líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði þar sem að mörgum var sagt upp, 20 manns hjá Brim. Já. Og þetta jafngildir, þetta er bara greiðalt högg fyrir samfélagið. Já. Og mikið, að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel, en við þurfum að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáanleikann.
En þetta jafngildir, þessar uppsagnir af Vopnafirði munu jafngilda 4.000 störfum, 4.000 manns sagt upp hér í Reykjavík. Ef Brim hefði sagt upp hér í Reykjavík, þá hefði það verið eitthvað stærðagar á Já, svo megum við heldur ekki gleyma afleitum störfum og þetta fólk sem hefur verið að vinna til 20 ára og þetta gríðarlegt áfall og maður eiginlega skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma er nýlega búið að birta sem sagt fyrsta ársfjórðungsuppgjörið hjá Brim og þar hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna. Já, bara á fyrsta ársfjórðungu. Bara frá janúar til mars. Já. Þannig að við þurfum að skoða þetta betur. Já. Það auðvitað bara fagnaðarefni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi. Já, ég vil nú hrósa Eydísi fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnumlýst loðnuna sem hefur verið kannski á hvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sér ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að sami fiskurinn sé verðlagður og mismunandi hátt í Færeyjum heldur en hér fyrir en það dreigir fram eins og þú gert að þetta verður auðvitað bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum Þetta hefur bein áhrif á útsvarstekjur sveitafélaga, tekjuskatt ríkisins og síðast en ekki síst veiðigjöldin. Nákvæmlega og það með samhengi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóri slagur var tekinn úr þingi í fyrra, þá var alls ekki verið að hækka veiðigjöld. Nei. Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau. Það að segja, taka með að markaðsverði eins og það á tilteknum fiskmörkuðum í Noregi og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vanmeta virði auðlindarinnar. Þetta átti nú vel við í sambandi við makrílinn. Nákvæmlega. Sem var þessi sami floti og veiður loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum heldur en hjá nágranna þjóðum okkar. En þetta verðist það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessu eins og Eydís hefur verið að benda að enginn stígur fram. Það mjög mikil viðbrögð svona í persónulegu skilaboðum og trúnaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsögu eftir Laxness þar sem að fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir enginn það sem blasir við gagnvart stórvesirnum á staðnum. Nei. Og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í solku-ölku. Já, ég meina það það sem maður hugsar. Já, það bara þannig. En ekki líka svolítið merkilegt að fjölmiðlar sem að eru jafnvel með heilu sjávarútvegsblöðin, ég er að tala um Morgunblaðið, þeir bara þegja. Ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði. Nei. Þeir gefa nú út sérstakt blaði í urunni eða á vefnum þarna 200 mílurnar. Já. En þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað. Nei. Þetta hefur farið fram. Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssoni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi örugglega við miklu fleiri en mig þannig að ég er ekki að rjúfa neitt trúna með það áhyggjur sínar af því að svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum á einstökum tegundum og samanburður einmitt við Færeyjar þá bjóst hann við uppreisn í landinu. Það var nú ekki og ég vil þó að Moggin hefði skrifað það en það
á svo mörgum sviðum sem tengir sjávarútvegi sem ég held við þurfum miklu meira gegnsæi. Já, Og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samhengi eins og þú ert að gera með þessari umfjöllun hér og svo framvegis. Því ég er ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta er rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða. á allt kerfið, allt þjóðfélagið, Já. meira og minna. Nákvæmlega. Þetta hefur áhrif á sveitafélög, þetta hefur áhrif á ríkissjóð og við erum kannski að tala einhverja milljarða á bara í hverri tegund. Já. En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé... Það er náttúrulega það sem þingi var að gera núna daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skyldum aðilum. Það er að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina. Og þeir komast upp með að vera að borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónur kílóið. Þegar að fiskmarkaðsverðið er kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna. Og kaupa hækkar þá verðið bara upp úr öllu valdi. Og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veiða í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum. Já. Og kannski Akkurat. eitt í þessu, þetta er sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu. Já, það er bara Og bróðuparturinn af því er svoleiðis. Já, og í því samhengi þar líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu. Já, Ef já. það gengur ekki, þá útflutningsgjald. Ég hef tekið þetta samtal Já, við atvinnuvegaráðherra. Þannig að það er í mörg horn að líta. En maður getur alveg ímyndað sér að það getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun sækja hugmyndir frá Færeyjum það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæi með því að hluti aflans væri alltaf boðinu. Já, þeir gera það Hvernig gera þeir þetta? Þeir skip kemur 100 tonna landi, togari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það er bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá er komið kílóverð á allan farminn. Já, þannig að jafnvel þó að menn séu fyrst og fremst að veiða fyrir sig sjálfa og geta þær... taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá er komið verðið til sjómanna fyrir raunverulega sveitafélagið. Þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð. En þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá eru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur. Þannig að þetta er... Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvort sem að 30% er nú rétt að tala eða ekki, en hugsanlega eru Færeyingar betri en við í fleiri en að gera jarðgöng. Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum, það er sem þeir standa okkur fremri. Það er nú bara tilfellið, hvort sem það er á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum. En hvaða tegundur eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna hjá þeim? Eða þetta vissar tegundir? Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað.
Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem Þannig að, og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi. Það ekki sett á fiskmarkað. Það samið af því að það svo vont, þeir eru að sækja þetta svo langt og svo leiðis og það dálítið erfitt að stýra því. Þeir til dæmis hafa landað töluvert á Austfjarðahöfnum Færeyingarnir þegar þeir eru að veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipinu og það við legið hlið við hlið á bryggjunni og þetta á við líka í makril og öðru. Og þetta kemur þetta samtal út frá því og að sjómenn tala saman. Já, það auðvelt að hafa samskipti í dag. Heimurinn er ekki stór. Nei. Það eru margir sjómenn á uppsjávarskipum og annar staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum. Þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölvur og spjalla saman og allt það. Já, það vildi nú til í samtímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður. Já. Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma. En þú átt bara heiður skili fyrir þetta Eydís að knýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið ef það verður eitthvað gert með þetta sem maður ætlast til þess að verði. Já, ég nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt okkur á því hvað kílóið kostar upp á sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á laun sjómanna, á útsvarið, á hafnargjöldin og síðan bæði tekjuskatt og veiðigjald. Og það munum við gera og það er bara mjög mikilvægt og við, eins og ég segi, það getur þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig. Ég að vinna vinnunum mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu. Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En Dagur, þú varst að fá skýrslu líka. Eða reyndar skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja í öðru óskyldu í atvinnulífinu. Já, það er alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeðni. Ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambærilega skýrslubeðni áður. Fyrir ári síðan eða Já, rétt rúmlega það en fékk lítil svör. Það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því. En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en ennþá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum. Þau hafa verið í stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja á skildum rekstri og óskildum. Þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þeir áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og að mestu hefur þannig að eign brims á lýsi er ekki komin að þetta miðast við áslokk einhvers stað þarf að draga línurnar. Draga línu og þetta tekur tíma en bæði 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýrslunni tvennt sem vakti athygli mína. Í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd. En
teljast ekki tengd samkvæmt lögum stjórn fiskveiða. Þannig að það er nú eitt. Þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir punktana saman. Og í öðru lagi að þá er augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerðarfyrirtækjanna. Já. Og þar fékk ég ekki tæmandi svör, bara nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 milljarða fjárfestingarfyrirtæki. Það kom ekki fram þarna. Það er og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem er eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem er í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Seley sem kom ekki þarna fram sem er stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja. Þannig að þarna kannski eins og ég Eydísi þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja á af hverju. En þessi kom fram í þessari skýrslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut? Ég spurði það, en hann kom ekki fram nema mjög litlu leyti, þar að segja því leyti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttust til útlanda. En ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu erlendis. Þannig að það getur verið þetta dálítið flóknara mál að fá okkur að heildstæða kortlegningu á erlendum eignum. En það er bara mjög líklegt. Og tala nú ekki ef það er eitthvað í aflandsvélum. Já, það getur bara verið mjög erfitt og þannig að við erum kannski bara að sjá toppin á ísjakanum en samt er þetta bæði mjög miklar upphæðir auðvitað og þetta er að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram með þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland megum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnisefni landsins og lífskjör. Því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki er ekki sama sem merkir milli þess að viðkomandi sé góður í að reka hvað sem er. Og við þurfum einfallega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni. Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem er í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðið. Já, og ég held að þessi krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún er bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt er dálítil glíma að fá þetta fram, satt að segja. Og hverju skildi það nú vera? Já, það er góð spurning og ég ætla svo sem ekkert að álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það er annars vegar að vera að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem hefur myndast í sjávarútvegi undanfarið 10 ár reyndar 10 árin eftir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerði það sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld. Að lækka veiðigjöld, já. Sem aldrei verið skildi hafa. Nei. Og númer 2 að það sem við höfum séð hratt vaxandi og bara sífellt verið að taka skref í því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar, ekki bara í sjávarútvegi en sannarlega í sjávarútvegi líka, þau eru að
gera upp í erlendri mynt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur í erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt. Annars fengið þau ekki að gera upp. Evrópska vexti. Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu, að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslók. Nei, það bara... Og þennan leik þarf að jafna mínu mati. Já, við. Alveg skýrt. Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færeysku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað. Þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómanna og bara í Íslands samfélag, hafnagjöld og annað þess áttar, þá verðar að gera það af réttu verði. Sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna. Já. En í rauninni gera upp í evrum og dollar. Já. Þannig að fer ekki alveg... Nei, það er dálítið erfitt að átta sig á þessu umhverfi og gegnumlýsa það. En það er bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í íslensku þjóðfélagi. Þetta er búið að vera mikið mein hjá okkur til margra 20 ára. Það má segja að þetta sé bara frá því að kvótakerfið var sett á og byrjaði ákveðnar útgerðarfyrirtæki að sanka á sig veiðiheimildum. Höfðu aðgang að bankakerfinu eins og þeir vildu, keyptu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með hvað maður að segja, bara einhverja peningamaskinu. En það er dálítið umhugsunarvert því að það er býsna skýrt í lögum um stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þær línur að engin eigin ákveðið hlutfall í veiðiheimildum 12% í botnfiskunum og 20% í uppsjávar, ekki satt. Heildina 12%. Já, og en svo þegar maður sér birta svona yfirliti við hvað þessi stærstu félög eru tengd, þá vaknar bara spurningin hvað þýðir tengdur í samhengi þessara laga. Og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd. Nei, jafnvel makar. Já, en ef að það er staðreind þá er þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu. því að fólk sem lifir undir sama þaki hlýtur að teljast tengt. Og það var allavega eins og að tala um þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægir svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullyrða löggjafinn og þingið sá þetta sem lið í því að halda öllu landin í byggð. Þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli. Sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á. Já, þessa takmörkun. 1983. En reyndin hefur ekki verið svo Þegar maður var að þetta er þetta rosalega breyting sem hefur verið og þetta er númer 1, 2, 3 og við viljum að fyrirtækjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi, við þurfum að hafa stöðuleikan og við veitum það alveg eins út á landi þá viljum við ekki kippa stóðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var að alast upp á Eskifirði þar sem ég býja, þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu. Og mörg sjávarútvegsfyrirtæki. Jó, kefst vinnuafli jafnvel. Já, en svo staða er ekki í dag. En auðvitað er tækni þróun og nýsköpun og annað. Tímandinn breytast og við verum að fylgja með. En númer 1, 2, 3, við þurfum að hafa stöðuleikan, við þurfum að hafa
gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera. Jú, þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt. Sannarlega. Já, Og tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga. Og það stendur þetta bara í lögum. Já, það stendur í lögum, en það ekki alveg þannig þegar einn fær að nýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því. Og svo þarf að borga þá réttan arð til þjóðarinnar. Og þessi vellægningamál auðvitað bara mjög mikið umhugsunarefni bara í því samhengi. Lykilatriði. Ja, því ef það ekki gefið rétt verð, nú þá þjóðin ekki að fá sitt. Já, það málið. Og þeim skala sem að Eydís búin að sýna fram á varandi loðnun, ef að þetta gildir í öðrum tegundum. Já, að þá safnast þetta upp í risatölur. Já. Þetta getur verið numið. Og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa tíma. Já, en ábyrgð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegnsætt hafi þau tækja tól sem þarf til þess. Maður bindur nú vonið við það að sameiningin sem varð á Verðlagsstofu og Fiskistofu og MAST eða Matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur. Já, ég fekk ábendingar, nú sitt ég ekki atvinnunefnd, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaaðilum sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eydís og þau sem eru sannarlega í atvinnunefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg örugglega því að þetta eitt af því sem við erum bent á hafi vantað. Já. Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem með búið samþykja þingi og mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðið. Það bara lykilatriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu. Það nú bara þannig. Já. En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í Alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkurat þessi svona eða hins egin og maður getur ekkit annað en bara fagna því. En það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni, sérstaklega Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Já, allavega fann maður það í veiðigjaldaumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði. Nei. Það var, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og í raun málþóf til þess að koma í veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta. Að leiðrétta þessa vellægningu, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum beilinnis að því þarna var bara verið að leiðrétta þau. Svo horfum maður á það sem gerist í raun í kjölfarið að við bara í þágu einhvers konar meðalhófs og sanngirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlegur skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjávarútvegi. Fjárfestingar þeirra uppkaup í skyldum og óskyldum greinum eru umtalsverð og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sameina félög og leggja niður sem einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rangt. Já, það var í Vestmannaeyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiðiheimildir og kóti skipi selt austur á firði, kótalaust, kótanum haldið í Vestmannaeyjum og
og frystihús sem þeir höfðu ekkert við að gera. Það er bara sett af. Já, og svo, öllum sagt upp. það var svo óvægin umræða. Því í rauninni eins og með veiðigjöldin þá er þetta bara skýrara. Það, veist, þegar vel gengur, þá fá allir meira. Þegar verð gengur, það er borga minna. En það er þessi, og ég vil bara taka svo til orða, að það er þessi þrælsótti sem er vondur að vera að halda starfsfólki í heljargreipum. Og þessum tók ég dæmi þess að uppsögn og opna fyrir daginn. Já. Og þetta veldur ótta og þess að skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig. Þannig við dagur erum að taka slægin. Já, ég bara ætla að vona það að þið haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því. En þetta er kannski það veiga mestu breytingarnar sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundunin verður í alvörunni, fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er hnífurinn í gúnni? Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram. Já. Nei, það sem að þetta er alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir og ég skrifaði nú grein líklega bara í apríl í fyrra. Já. Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun gagnvart þessari umræðu verðmyndunina og skökkverð að útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sínu dyrum. Og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi bara hagsmuni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varðandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega að sjá að það bárst engin viðbrögð annað en það að ég var svona hnýtti mig á Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki að því að kannski þetta er náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp. Og alls ekki fyrsta skiptið sem þessar áhyggjur eru setta fram, þegar við verðum setta fram af sjómönnum sjálfum eða fyrirvændi sjómönnum og fjölmiðlamönnum einhverjum. En mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat, þannig að það þarf að kalla það fram. En svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðarmönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp. Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldu rekstri að það stæði ekkert á persónuvernd vegna þess að mest að þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara samkvæmt ársreikningalögum og síðan er búið að bæta löggjöf varðandi í raun til að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað. Já, og þannig að á að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinilega það flókið að við þurfum að gera að fylgja þessu eftir. Ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt. Já, því að ég held að gagnsæi sé ákveði líkil orð hérna. Já. Þó að þetta virðist bara vera eitthvað orð og verðmyndun er eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti en þarna geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir. Já. En manni finnst náttúrulega sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta. Fólkið á landsbyggðinni, í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur
hvað þýðir góð loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskiri og svona. Þetta fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu er svona meira, svona, þetta er bara allt í lagi og gott ef það er, en tengir það minna, sko, við eigin ákomu. Það fengi alveg svakaleg viðbrögð, bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjöldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverð á landaðri loðnu sem og þegar skýrslan strax kom út, finnst mér allstæðra á landinu. Já. Og mikið frá sjómönnum sem er hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtölu og tölvupóstar sem ég hef hjá mér. Já. Þannig að þetta skiptir, fólk skilur meira en við höldum. Já. Það margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin þegar veiðigjaldaumræðan var. Já. Ég vona það sé rétt, en ég hugsa að þetta sé alveg rétt. Lesi á þér, Grétar, varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki. Hagsmunir líka. Hann er það út á landsbyggðinni, hringinn í kringum landið, sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuðborgarsvæðinu, en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi, eða í þessum sjávarbyggðum. Við erum tengdari sjónum út á landi. Já, það má segja það, sko. Já, og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það er gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum. Já, það er bara... Því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir ákveðinni samþjöppun, það þarf fé til þess að fjárfesta í tæknibreytingum og svo framvegis. En ef að það er skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en þjóðin njóti ekki. Já, í óskyldum greinum. Já, og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við það er lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þessa hluti í lagi. Já. En þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarkað, tryggja það, taka upp færeyskuleiðina. Já, það er nefnilega spurningin, sko, að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman, allan fisk á markað var slagorðið sem var notað og studdist við ágætur rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum. Þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færeysku leið sem fer ekki eins langt og er raun þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa að draga upp þetta markaðsverð. Já, rétt verð fyrir fiskin. Já. Og þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyggðina, þetta er upp á byggðamálin. Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera. Nei, bara almennt. Það þarf nefnilega að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gera þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn rétt að jafnvægi liggur. Og við þurfum mitt að taka þessa umræðu. Það er bara... Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir milljarðar bara í því. En það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjunum og flutta hann út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað. Þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra, allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstum verðum. En núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá er fiskur fluttur út, hann er keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin, nefni einhverja tölu, og fluttur út
reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði. Og þetta náttúrulega breyting aftur á bak. Já. Því menn fögnuðu því þegar ég fengi að sitja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landunum í frystihúsi eða saltfiskverkum. Já, þarna getur líka, þarna þurfum við kannski aðeins að dýpka umræðanum bara hvernig tollamálin eru. Því að það er líka einhver mörk, skils mér á því að ef þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu. Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna, þá færðu toll. En ef þú ert með hann bara ferskan, flökin, og ekki búið að leggja þau neitt lög eða neitt þess áttar, þá ertu laus við tollana. Já, og þetta voru samningar sem voru gerðir í kjölfar EES-samningsins, ef ég þekki rétt. Ef við verum fullir aðilar að ESB, þá myndi allir tollar falla niður. Þannig að það væri hagkvæmara að fullvinna fiskinn hér. Og svo annað atriði sem að fólk úr sjávarútvegi hefur verið að benda á í umræðinu núna, að það er að Evrópusambandið náðu miklu hagstæðri samningu við Bretland heldur en við eftir Brexit. Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið. Og ég vil vekja athygli á viðtölum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem er yfirmaður á Brim. Hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið. Og fara yfir að mikilli þekkingu, hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluta af þessum rekstrarskilurinn sem ég hafði ekki alveg áttað mig á en gerir þessa mynd alls ekki svart-hvíta hvar hagsmuni sjávarútvegs liggur varðandi þetta. Þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning, sjá hvernig hagsmuni sjávarútvegsins eru, því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður. Lengst að verið það. Já. Og þetta er það sem ráðherra er að skoða núna og ætlar að skoða. Reyndar hefur það aðeins breyst, Frakkland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem þeir hafa verið að fá. Já, heimilt. Er að batna matasmekkurinn í Frakklandi? Ég veit það ekki. Ég allavega fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mig fisk. Ekki ennþá. Það getur vel verið að það breytist. Akkurat. En þetta er nú svona út og dúr, en samt er þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni. Það er engin vafi á því og auðvitað þegar stendur til umræðum evrópska ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar. Já, og það er náttúrulega mjög margir sem hafa verið hræddir við það að við missum yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 milljónum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar að þetta geti talist okkar sjálfstæða veiðisvæði, en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði, því að umræðan er mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í sinkur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi. Ég sá eftir því að það var ekki samþykkt frumvarpið að stækka landhelgina. Jú. Var það samþykkt? Já, það er að segja ekki landhelgina sjálfra, heldur hvað af botngrunninum telst til Íslands.
þarna vorum við að stækka Ísland Hvað hét þetta? 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshryggnum telst hann núna kemur til okkar landgrunns. Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem að reyndar svona bara kassi utanum hrygginn. Já, ég nefnilega að skoða þetta aðeins fyrstulega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt. Já, það var gæti ekki, það voru 4-5 blaðsjur af hnitsetningum. Já, það var helst þú á þinginu, Grétar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var, en hitt var að þetta nefnilega dæmi dálítið langdregið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttarsáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt. Og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hvað gerist ef að einhver verður brjálaður yfir því að Alþingi hafi samþykkt þetta svo til einhliða, en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttarsáttmálan sem loksins var að skila niðurstöðu eftir 25-30 ára vinnu. Já. Og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stekka svona landgrunnið og það er auðvitað ekkert vita hvað leynist þarna þegar þetta er alls ekki full rannsakað. Nei, en ég get bara sagt sög af því. Ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni. Já. Þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt Rússum, Færeyingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonna eða 1000 tonna. Við höfum fengið einhverja viðbót upp á 60.000 tonn af síld. En normennir, þeir voru með hafréttafræðinga, þeir voru með jarðfræðinga, því þeir voru að pæla í hvað er undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu. Þeir meira segja leyfðu okkur að veiða hluta af norsk-íslensku síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi. Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg. Já, þetta var meðal annars olía, en þeir voru líka að hugsa bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin. Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á að þetta að veri stærsta ákvörðun sem við tókum með þessu þingi. Þó enginn hafa heyrt af henni. Já, ég held þetta satt best að segja. Hvað hét frumvarpið? Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stekkun landgrunns. Ég held að við heita breyta hnitsetningu eða eitthvað til þetta færi nú alveg undir radarinn. En ég greiddi atkvæði með þessu. Já, þetta væri besta mál. Og mikið fagnaðarefni. Það er gott að það fór í gegn því að ég held að það hefði gleymst. Nei, það kláraðist. Ég held ég muni það alveg rétt. Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu. Hún var einhvers staðar erlendis. Og benti á það að það ætti nú að vera með mynd upp á vegg á Alþingi og sýna hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsjur af hnýtum, sko, það gæti enginn fundið út úr því og þó maður hafi verið menntaður skipstjórnarmaður þá kann maður ekki ímynda sér hvernig það var. Nei, þetta var full mörg hnýtt held ég fyrir venjulegt fólk. Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta, sko. Þetta var svo stórt svæði. En þarna gætu hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita. En þetta geta verið auða við framtíðarinnar. Algjörlega. Burt sér frá allur í fiskeng þarna. Það er vel verið að komið þarna fiskur yfir og verið hægt að veiða eitthvað. Hvort sem að það er upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar.
ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Og bara viðurkenna það. Akkurat. En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segið þið? Er eitthvað sem þið viljið segja á lokum? Eða svona í restina? Ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur, sem að vísu einn stærsta, ef ekki stærsta Vesturlandsins, að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttum sjávarútvegsmál, en ég hef bara gaman að því og hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í þennan málaflokk og hérna sem ég hef reyndar lengi haft áhuga á en ekki verið í aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum 18 mánuðum á þingi. Já. Já, ég vil þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna á framfæri. Já, við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjáu tækifæri í því að reyna að breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina. En ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir, Laufey Líndal, já, Ólafsdóttir. Og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út. Og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig. Takk.